dagskrárlegging frá fundargerð borgarráðs frá 27. mars. Við þurfum að bera upp 17. lið sem tillaga 9 deiliskipulagi fyrir Reykjavíkurflugvallar og þá mælir fyrir tillögunni borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Góður forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að tala fyrir hér tillögu úr umhverfis- og skipulagsráði sem kom hér inn raunverulega í ágreining og ég ætla ekki að hafa langt mál þetta. En þetta hins vegar, svo ég útskýri málið, þetta deiliskipulag fyrir flugvöllinn sem er unnið á grundvelli samkomulags sem gert var frá hendi borgarinnar við innanríkisráðuneytið og Icelandair sem komu allir að þessu samkomulagi og markmiðið þar og í þessu samkomulagi var sem sagt ákveðið að deiliskipulag yrði gert nýtt deiliskipulag fyrir flugvöllinn sem miðaðist ekki síst við það að flugvöllurinn gæti komið sér betur fyrir. Það hafa verið óskir mjög lengi frá þeim aðilum sem reka þá miklu starfsemi sem við flugvöllinn að fá tækifæri til þess að breyta og laga í kringum sig, bæði aðstöðu og bílastæði og fleira, sem hefur verið í vissi frosti óvissu í undanfarin misseri. Og þetta deiliskipulag meðal annars hugsað til þess að fá sem sagt þá sátt þetta mál gagnvart Isavia og gagnvart innanríkisráðuneytinu eins og hægt á þessu stigi. Það ljóst eins og allir vita hér inni að nýtt aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir að flugvöllurinn víki árið 2022. Því var frestað sem sagt fyrir brautinni frá 2016 til þess tíma og í kjölfarið hafa verið miklar samræður og það standa ennþá yfir og þetta deiliskipulag er sem sagt hluti af því samkomulagi og ástæðan fyrir því að meirihluti umhverfis- og skipulags að samþykkti þetta deiliskipulag var til þess að halda sér við þá sátt sem ríkir í dag framgöngu þessa máls. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, líkt og borgarfulltrúin Páll Hjaltason ætla ég nú ekki að fara fjölyrða mikið þetta eða vera langorður, en það væri þá kannski til að æra óstöðuðan. Það kemur nú fram í greinargerð með aðalskipulaginu sem minnst var hér á, þeim kafla sem heitir Vatnsmýri nýr borgarhluti, að þetta sé þrautseigasta deilumál í skipulagsmálum á Íslandi, eða kannski stóð nú í Reykjavík, en það þá allavega á við Ísland líka held ég. Og þar farið svolítið vel yfir þessa sögu, hvernig þetta mál hefur verið að þróast í gegnum tíðina og hversu margar skoðanir eru uppi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði greiddu atkvæði gegn þessu deiliskipulagi og bókuðu. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn og bókuðu með sambærilegri bókun og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu greiða atkvæði gegn þessari tillögu hér í borgarstjórn með sambærilegri bókun. Að breyttu breytanda, þar sem að stendur umhverfis- og skipulagsráð breytist í borgarstjórn. Ég veit ekki, virðulegur forseti, hvort að það ástæða til að ég lesi upp þessa bókun. Nei, það er ekki ástæða til þess, en ég bara óska eftir að hún sé það bókun í fundargerðir. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu, einnig lokið við það að boða bókun undir þessum dagskrárlið og þá hafa ekki fleiri. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mig langar til að gera hér að umtalsefni 25. lið fundargerðar
borgarráðs sem fjallar samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 19. mars vegna áheyrnarfulltrúa Reykjavíkurráðs ungmenna í skóla- og frístundaráði út kjörtímabilið. Ég held að sé ástæða til þess að vekja athygli borgarstjórnar á því hvernig hefur verið haldið á þessu máli af hálfu meirihlutans hér í borgarstjórn. Þetta snýst það þetta snýst samstarf borgarstjórnar við Reykjavíkurráð ungmenna og rauninni ungmennaráðin í Reykjavík. Það eru reglulega haldnir fundir með fulltrúum úr Reykjavíkurráðinu og þá hafa sjálfsögðu allir góð orð uppi það að þeir vilja hlusta á ungmennin og eiga við því gott samstarf og auðvelda þeim að fá aðkomu hér að borgarmálunum. Og við hittum reglulega, höldum reglulega borgarstjórnarfund með fulltrúum frá ungmennaráðunum og núna 2 ára ári, en á slíkum sameiginlegum fundi borgarfulltrúa og fulltrúa Reykjavíkurráðsins fyrir 3 árum eða 12. apríl 2011 þá lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu að sú breyting yrði gerð á samþykktu borgarinnar að Reykjavíkurráði ungmenna yrði heimilað að skipa áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétti í íþrótta- og tómstundaráð. Þarna á þessum fundi fyrir 3 árum þá var samþykkt samhljóða að vísa tillögunni til borgarráðs og skemmst frá því að segja að þessi tillaga hefur ekki fengið úrlausn við hæfi. Þegar hvergi bólaði á úrlausn málsins í borgarráði þá gripu, ég held að það hafi verið ári eftir að málið fyrst lögð fram, þá gripu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til þess ráðs að flytja tillögur í íþrótta- og tómstundaráði og skóla- og frístundaráði 25. maí 2012, 25. janúar 2013 og 7. febrúar 2013 að Reykjavíkurráðinu yrði boðið að skipa áheyrnarfulltrúa í þessi ráð. Einnig í þessum ráðum þá hefur málið tafist hvað eftir annað og verið tafið af fulltrúum borgarstjórnar meirihlutans og hefur ýmsu verið borið við. Þannig að okkur sjálfstæðismönnum fannst að sjálfsögðu miður. Við töldum að þarna hefðu flutt tillögu sem allir ættu að geta sameinast á sínum tíma og markmiðið var auðvitað það að hleypa áheyrnarfulltrúum frá Reykjavíkurráði ungmenna að í þeim ráðum þar sem þeirra málefni kemur helst til umfjöllunar. Og það var byrjað á því og við gerum það ráð fyrir að það verði þá fyrst í íþrótta- og tómstundaráði. En málið tafðist svo lengi að í rauninni í millitíðinni var gerð ákveðin breyting á stjórnskipulagi borgarstjórnar þannig að mörg þau málefni sem voru áður undir eins og æskulýðsmál sem voru áður undir íþrótta- og tómstundaráði hafa miklu leyti verið færð til skóla- og frístundaráðs. Svo er auðvitað augljóst að skólamál í Reykjavík koma ungmennum mjög mikið við. Þannig að það fer mjög vel á því að ungmennaráðin, Reykjavíkurráð ungmenna eigi áheyrnarfulltrúa í báðum þessum ráðum. En það hefur verið alveg ótrúlegt að fylgjast með því á meðan að meirihlutinn hér í borgarstjórn, hann hefur vissulega geta afgreitt ýmsar tillögur hratt og vel. Þá til dæmis breytingar á skólahaldi í Reykjavík. Við bentum á það sjálfstæðismenn, það voru að mestu leyti samþykktar 2011 og voru að mörgu leyti vanreifaðar og vanræddar. En ósk okkar sjálfstæðismanna og Vinstri grænna að málun að minnsta kosti fresta til þess að vera hægt að ræða það betur. Það voru algjörlega hundsaðar af meirihluttanum. Og auðvitað getur meirihlutinn leyft sig hverju sinni að stjórna hraða á málum og það er ekki síst í því sem valdið er fólkið. Þegar menn forgangsraða í borgarstjórn þá eru menn ekki bara að forgangsraða fjármunum, menn eru líka að forgangsraða málshraða og tillögum. Það felst mikil forgangsröðun í því hvernig tillögur eru afgreiddar og jafnvel þó að tillögur séu samþykktar, hvernig þeim er síðan framfylgt og hvað það tekur langan tíma. Og það leit út fyrir með þessar tillögur, þessar ágætu tillögur sem allir segjast vera sammála en var síðan ekki framfylgt, að kjörtímabilið myndi líða á þess að það kemst til framkvæmda. Og á fundi skóla- og frístundaráðs 5. mars síðastliðinn þá gagnrýndum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins harðlega þá töf sem einkenndu málið og sögðum það einmitt og bókuðum það að það liti út fyrir að þetta kemist ekki til framkvæmda kjörtímabilinu. Og það var vissulega ánægjulegt að sjá að þá var brugðist við þessari gagnrýni og
og nú hafa komið tillögur bæðin í skóla- og frístundaráð og íþrótta- og tómstundaráð um að setja áheyrnarfulltrúa Reykjavíkurráðs ungmenna í þessum ráðum verði heimiluð út kjörtímabilið. Og við sjálfstæðismenn við styðjum að sjálfsögðu þessar tillögur þótt þar séu að nokkru leyti til bráðabirgða, enda lítum við svo á að þar sé verið að reyna að koma í framkvæmd þeim tillögum sem við höfum flutt þetta mál á kjörtímabilinu. En við leggjum sem fyrr áherslu á að sú aðkoma verði ekki tímabundin heldur varanleg og munum áfram vinna að því að samþykktum skóla- og frístundaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs verði breytt í samræmi við það. En það verður að segjast alveg eins og forseti og borgarfulltrúar að vinnubrögðin í þessu máli sem meðal annars kom í ljós með 3 ára töf á afgreiðslu upphaflegrar tillögu sýnir annars vegar óvirðingu meirihluta Samfylkingar og Bjartrar framtíðar / Besta flokksins gagnvart Reykjavíkurráði ungmenna og hins vegar lélega verkstjórn meirihlutans í nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér ljós undir þessum dagskrárliði fyrir utan að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar og Besta flokksins / hafa tilkynnt bókun undir þessum 17. lið. Þá fer fram atkvæðagreiðsla 17. lið. Allir hér, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja gefi merki. Hér er verið að greiða atkvæði 17. lið úr fundargerðum borgarráðs frá 27. mars. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefi merki. Gætu einhverjir mögulega verið á móti og þá er tillagan samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5. Það er búið að segja það. Við förum í 4.